Já, heyrðu, við ætlum að ræða aðeins meira bresk stjórnmál. Við gerðum það hérna aðeins í síðustu viku en komumst varla yfir meira heldur en að ræða hvaða fyrirbrigði verkamannaflokkur Keir Starmer væri eiginlega. Það sem að hann hefur fært flokkinn æði mikið til hægri, bæði í efnahagsmálum, afstöðu til innflytjenda, í öryggismálum. Hann með að knýja í gegn skerðingar á velferðarkerfinu og annað slíkt sem að er eiginlega bara í anda Íhaldsflokksins. En það er eiginlega ekki hægt að ræða bresk stjórnmál án þess að ræða umbótaflokk Nigel Farage og Guðmundur Auðunsson sem fréttaritari okkar í London. Þá er komið honum hérna, Guðmundur, hvaða fyrirbrigði er þetta? Reform er eiginlega popílskur hægri flokkur sem að í mjög mörguleyti svipaður og til dæmis sambarilegi flokkar í Evrópu og svona trumpistar í Bandaríkjunum. En reyndar á hann mestuleyti rætur sínar að rekja í hreyfinguna gegn veru Bretlands í Evrópusambandinu. Rætur flokksins liggja á 10. áratugnum þegar flokkur sem var kallað UKIP, United Kingdom Independent Party, var stofnað fyrir 30 árum og hafði það á markmiði að Bretland yfirgæfi Evrópusambandið. Þessi flokkur náði nú ekki miklum áhrifum þó að hann væri styddur af milljarðamæringum, sérstaklega náunga sem heitir Goldstone. Og þessi flokkur svona starfaði í bakgrunninum án þess að ná neinu svona breakthrough. En einn af þeim sem kom inn í þennan flokk var hérna náungi sem heitir Nigel Farage og hann var fljótlega, þó hann hef ekki verið stofnandi flokksins, þá var hann fljótlega svona helsta andlit flokksins út af við. Svo þegar að Íhaldsstjórnin átti við fyrir svona 10 árum, átti Íhaldsstjórnin í Bretlandi í vandræðum með háværan minnihlutahóp innan flokksins sem vildi ganga úr Evrópusambandinu og þeir töldu sig geta leyst þetta með í eitt skipti fyrir öll að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið sem að enginn taldi væri mögulegt að þjóðin myndi samþykkja en allt kom fyrir ekki og flokkurinn, þjóðaratkvæðagreiðslan, hún leiddi til þess að Bretland ákvað að fara úr Evrópusambandinu með 52% atkvæði gegn 48% og þá kemst þessi flokkur sem þá hét ennþá UKIP kemst á fullt og hann fór í gegnum breytingar og var stofnaður flokkur eftir það var ákveðið að fara úr Evrópusambandinu. Þá var stofnaður Brexit-flokkurinn og hann bauð meðal annars fram til síðustu Evrópuþingskosningana og náði mjög góðum árangri, var stærsti flokkurinn. Og allt þetta gerist líka þegar Íhaldsstjórnin að aukast í óvinsældu smátt og smátt. Það var svona stoppað aðeins fyrir hrun Íhaldsflokksins eftir að þeir náðu tilbaka mikið af þessu fólki sem hafði yfirgefið flokkinn til Brexit-flokksins og með Boris Johnson sem var mikill Brexit-maður og var formaður flokksins og hann vinnur ágætan kosningasigur 2019. Með því meðal annars að þá bauð Reform eða þá var nýbúið að breyta Brexit-flokknum yfir í Reform og hann bauð meðal annars ekki fram gegn í kjördæmum þar sem Íhaldsflokkurinn var sterkur þannig að það var svona óformlegt bandalag milli Íhaldsflokksins og Reform í kosningunum 2019 sem meðal annars leiddi til stórsigurs Íhaldsflokksins. Svo fór svona fjara undan Íhaldsflokknum Boris Johnson gekk fram af eigin flokksmönnum og hrökklaðist frá og þeir fóru í gegnum stuttan tímabil þar sem að ultra nýfrjálshyggjumenn komast til valda en eftir að efnahagskerfið hrundi eftir 2-3 vikur þá var
Liz Truss sem þá var forsætisráðherra, hún var flæmd brott úr embætti og þá var nýr formaður íhaldsflokksins kosinn, Rishi Sunak, sem var svona meira svona sambland af nýfrjálshyggjumanni og svona aðeins íhaldsmanni á gamla skólanum. En þessi óvinsældir íhaldsflokksins jöku stórlega og flokkurinn meira og minna hrundi. Það sem gerðist í kosningunum fyrir árið síðan, þegar að verkamannaflokkurinn vann stórsigur með tiltölulega lítið af atkvæðum, ekki nema 35% atkvæða, en fekk yfir 200 þingsæta meirihluta í breska þinginu vegna einmenniskjördæma. Það sem gerðist þá var það að íhaldsflokkurinn hrundi, Brexit-flokkurinn vann góðan sigur, fór yfir 20% en náði bara 5 þingmönnum af rúmlega 500 þingmönnum. Þannig að þá var orðið nokkuð ljóst að íhaldsflokkurinn var frjálsu falli og Reform sem að þá var komið nafnið, náði ágætis árangri, náði samt bara 5 þingmönnum. En meðal annars tókst þeim að vera næststærsti flokkurinn í mörgum kjördæmum, bæði það sem verkamannaflokkurinn vann og líka það sem íhaldsflokkurinn vann. Þannig að staða hans var orðin tiltölulega sterk. Nú fyrir bara nokkrum vikum voru sveitarstjórnarkosningar. Það eru sveitarstjórnarkosningar í Bretland á hverju ári þar sem bara hluti af sveitarstjórnunum kosin. Þetta skipti var svona þriðjungur af landinu í Englandi sem fór til kosninga, engar af stærstu borgunum, en þetta var svona helstu svona vígi íhaldsflokksins. Og íhaldsflokkurinn hrundi í þessum kosningum. Þeir töpuðu næstuði 700 sveitarstjórnarfulltrúum, duttu niður í rétt rúmlega 300. Reform aftur á móti bætti við sér næstuði 700, fengu 677 og frjálslyndir demokratar sem eru svona spila bæði til hægri og vinstri, þeir náðu mjög góðum árangri sérstaklega í svona ríkari svæðum Englands vegna þess að óánægja með íhaldsflokksins hefur aukist ef eitthvað eftir kosningatapið þeirra seinast. Og verkamannaflokkurinn hrundi, hann fekk ekki nema 98 sveitarstjórnarfulltrúa, tapaði 187, litlu meira heldur en græningjar sem fengum 80. Þannig að þessar kosningar gefa til og Reform fekk meðal annars yfir 30% af þessum atkvæðum sem reyndar aðeins skekkt atkvæðum í kosningunum vegna þess að þetta eru svona frekar hægri sinnukjördæmi og vantar stóru borginnar inn í þetta. En þetta staðan eins og hún í dag og margir stjórnmálaskýrendur og eru á því að þetta geti leitt til þess að í næstu kosningum verði keppnin á milli verkamannaflokksins og Reform frekar en íhaldsflokksins. Og Reform, ef að uppsveifla þeirra haldi áfram, þá möguleiki að þeir gætu náð meiri hlut á þingi. Þó það sé frekar ólíklegt, þeir þurfa nú að bæta við sig svolítið til þess að gera það. En út af einmenniskjördæmunum, núna þegar að atkvæðin dreifast á svona marga flokka, græningjar eru stækka, frjálslyndir demokratar á miðjunni, græningjar lengra til vinstri og þegar svona margir flokkar dreifast atkvæðin í einmenniskjördæmunum, þá alveg hægt að ná meirihluta. Verkamannaflokkur vann stórsigur á 35% fylgi. Það hægt að sjá fyrir sér að meirihluti geti náðst á 30% fylgi í þingkosningum. Þannig að staðan í miklu uppnámi núna svona pólitískt séð. Við má aðeins fara aftur í söguna vegna þess að þetta er löng saga og löng þróun að svona í upphafi er það kannski hreyfing bara svipað á heimsýn sem að vill halda Íslandi sjálfstæðu frá Evrópusambandinu, eitthvað slíkt sem að þróast og er bara með rödd og kannski reiknar ekki með að ná neinum sérstökum árangur á pólitíska sviðinu en gerir það samt nógu mikið til þess að íhaldsflokkurinn honum finnst að hann þurfa að taka tillit til þess og þá skapa svona tækifæri fyrir þessa hreyfingu að þrýsta á að svona sitt fólk komist til áhrifa innan flokksins og sömuleyti var Nigel Farage mjög svona klókur í því, hann
hann spilaði eiginlega þann leik og eins og þú varst að benda á að hann fór í framboð þar sem að það var hægt að splundra fylgi verkamannaflokksins til þess að tryggja framgang íhaldsflokksins, þannig að hann var mikilvægt svona hjálpartæki fyrir íhaldsflokkin til þess að ná árangri. Alveg rétt. Já, en svo gerist það að allt í einu að þá opnast eiginlega tækifæri fyrir því að þetta hjálpartekk verði eiginlega aðal drifkrafturinn. En til þess að geta gert það, að þá dugar kannski ekki það sem að hefði verið í lagi fyrir 10 árum eða 20 árum að vera raunverulega eins máls flokkur. Að þá þarftu eiginlega að segja hvað það að gera í bara ólíklegustu málaflokkum. Og gætirðu þá útskýrt fyrir mér hvers konar stjórnmálaflokkur umbótaflokkurinn? Hvað vill hann gera í velferðarmálum eða öryggismálum eða í efnahagsmálum? Er þetta nýfrjálshyggjuflokkur eða hvað svona fyrirbrigði er þetta? Þetta er nefnilega mjög góð spurning. Sko, pólitískt er þetta popúlískur hægri flokkur. Það er að segja, þeir spila inn á óánægju. Þeir segja voðalega lítið stefnumál almennt, nema sko svona, þeir spila svolítið svona rasíska hundaflautupólitík, fordóma gagnvart útlendingum, þeir eru mjög sterkir á því og meðal hans rætt verkamannaflokksins til að fara í skelfilegar aðgerðir eins og við ræddum í seinustu viku. Það er svona stóra málið þeirra. Þeir hafa verið að berjast eins og trumpistar í Bandaríkjunum mikið gegn svona vókumræðu og hafa verið að reyna að spila inn á ímyndastjórnmál að svona breskgildi séu í hættu bæði vegna erlendra menningaráhrifa og vók menningaráhrifa innan samfélagsins. Þannig að þetta er svona aðal pælingarnar. Varðandi bein stefnumál að þá segjast þeir sko vilja vernda velferðarkerfið en samt lækka skatta. Þetta er svona taktísk, svona klassísk popúlísk hægri stefna. Þeir segja Nigel Farage hefur tala mikið og sko ef maður skoðar pólitísku leiðtogi umbótasveinaflokksins reform, hann er búinn að tala fyrir einkavæðingu á velferðarkerfinu í sko árafjöldi ef ekki áratugi. Meðal annars vill hann taka upp tryggingakerfi í heilbrigðiskerfinu í staðinn fyrir það sé fjármagnaða ríkinu sem er auðvitað gífurleg tilfærsla á fjármagni frá þeim fátækustu yfir til þeirra ríkustu og þeir vilja lækka skatta á fyrirtæki, lækka skatta, þeir segja almennings, þeir þýðir venjulega að þeir vilja lækka skatta á hálaunafólk og láglaunafólki kemur til með að borga. Þannig að efnaðslega eru þeir mjög mikla hægri stefnu. Þetta er miklu líkara miðflokknum heldur þetta til dæmis flokki fólksins sem að stundum gæti maður líkt til þess flokki fólksins við danska þjóðarflokkin eins og hann var á tímabili en þetta er fyrirbrigði sem er miklu líkara miðflokknum. Já, þetta er efnaðslega eru þeir ekki með svona eins og hefur verið finnst í Evrópu að þeir séu með svona velferðar við svona frekar vinstri efnahagspólitík með hana svona einangruna sinnaða og fordæmafulla útlendingu og velferð og innflytjendapólitík. Þetta er alls ekki það. Hægri stórum hluta er þetta þeir eru líkari Trump í Bandaríkjunum að því leyti að þeir vilja keyra púra hægri stefnu á efnahagsmálum og þó að þeir tali eins og Trump líka tala það að standa vörð velferð og svo framvegis en þá þeir eru ekki með neinar hugmyndir það hvernig á að fjármagna það og einu svona konkrét lausnina sem á að komið fram frá þeim eins og frá Nigel Farage eru svona púra nýfrjálshyggju hugmyndir í efnahagsmálum. Þannig að þetta er fyrirbæri en á móti það sem gerist er það að vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur færst svo mikið til hægri að þeim tekst að fá fylgi frá verkamannaflokknum reyndar verkamannaflokksfylgi er að flýja allar áttir það er að flýja inn á miðjuna til frjálslyndra það er að fara til vinstri og græningja og líka yfir á reform flokkin
sérstaklega í svona minni sveitafélögum, svona minni bæjum á riðbeltinu í Englandi sem hafa farið vest út úr alþjóðavæðingu fjármagnsins. Og þetta, en þeir samt, þetta fólk mjög sérstaklega þeir sem eru svona á þessu riðbelti sem hafa oftast kosið verkamannaflokkin, að þeir myndu vakna upp við vondan draum þegar að fara að skera niður velferðarprógram ef að reform kemst til valda. En vegna þessara gífurlega óánægju með tvo stærstu flokkana, verkamannaflokkin og íhaldsflokkin, að þá ná þeir að fá mikið til sín af óánægjufylgi sem að líka kannski falla fyrir því að vandamálin sem að breskt samfélag býr við, til dæmis gífurlegan húsnæðisskort, langa biðlista í heilbrigðiskerfinu, að þetta sé einhverjum hátt útlendingum að kenna. Þannig að þetta það sem að flokkurinn spilar á, að þeir svona sérstaklega vegna þess að þetta einmenniskjördæmi, þá eru menn að keyra mismunandi baráttu í svona ríkum svæðum suðaustur Englands sem reform hefur náð miklum árangri. Þar talaði skattalækkanir og en á riðbeltinu þar talaði allstaðar talaði innflytjendamál innflytjendur, en þeir eru að tala skattalækkanir og anti-woke svona á ríkari svæðunum, en tala svik við almenna borgara á svona riðbeltasvæðunum, að þetta bæði íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn hafi gersamlega brugðist þessum svæðum. Já, svipað og má svo sjá hjá öðrum svona flokkum eins og til dæmis Trump, að hann eiginlega með kannski 3 efnahagsstefnur í gangi í eina sem svona miðuð að kjósendum sem að komu til hans frá úr riðbeltunum, annað fyrir hina ríku og auðugu, þannig hann að halda uppi bæði svona nýfrjálshyggju en líka vera með einhverja aðgerðir sem eiga að styrkja þær byggðir sem að urðu halloka í alþjóðavæddum kapitalisma og þannig til göttur. Þannig að stundum erfitt að átta sig á þessu, því það hluti af populísmanum að þú getur haft eiginlega 2 gagnstæðar stefnur. Það má allt til þess að komast að völdum. En má ég aðeins spyrja einu, vegna þess að við fylgjum svolítið með þessu kannski fyrir svona ári síðan, þegar leit út fyrir að sambærileg breyting gæti átt sér stað í íslensku stjórnmálum, að miðflokkurinn tæki einfallega fram úr Sjálfstæðisflokknum. Og þá fylgdist maður með þessu og sá að sameiginlegt fylgi þessara flokka var alltaf það sama. Þannig að miðflokkurinn tók eiginlega bara frá Sjálfstæðisflokknum. Þetta það ekki alveg þannig, en svona í heildina, einhverjir fóru annars staðar frá, en svona í heildina þá var þessi barátta þessara flokka ekki að stækka mengið. En það hefur augljóslega gerst í Bretlandi, að einhver leyti nær umbótaflokkur Farage út fyrir það sniðmengi eða það mengi sem að íhaldsflokkur hefði nokkuð tíma geta náð í, því að nú umbótaflokkurinn efstur í öllum skoðanakönnunum allan þennan mánuð, og en samanlagt fylgi þessara 2 flokka svona 45-50 plus, sem kannski ég veit ekki, kannski á svona góðum degi fyrir íhaldsflokkin á móti óvinsældri ríkisstjórn verkamannaflokksins hefði geta sést í skoðanakönnunum, en samt frekar ólíklegt. Þannig að það eins og að umbótaflokkurinn nái inn á einhver svæði sem að íhaldsflokkurinn nær ekki, nema kannski eins og þú varst að lýsa á þann, kannski íhaldsflokkur Ben Johnson hefði náð. Já, ég held að þetta sé Boris Johnson, ég ætla nú ekki að þeim saman. Ben Johnson var þekktur tungumálasérfræðingur Englendinga á 18. öld. Já, ég ekki að regla þau saman. En það sem að gera, þetta rétt að hluta. Það rétt að samanlagt fylgi reform og íhaldsflokksins að hækka, en þeir eru samt valla yfir 45% fylgi. Þannig að samanlagt fylgi verkamannaflokksins, frjálslyndaflokksins og græningja sem eru svona andreform eða andhægri stefnu, allavega formlega, ennþá vel yfir 50%. En það hefur verið það lengi. Meira að segja, þegar að Boris Johnson vann sinn stórsigur 2019, þá náði hann rétt yfir 40% fylgi. Þannig að það ekki
það ekkit endilega nýtt að Thatcher var aldrei með meir en svona 44-45% yfir á sínum mektardögum. Þannig að vegna þess einmennis kjördæma kerfis að þá fá stæðstu flokkarnir bónus. Eins og í seinustu kosningu þá fekk verkamannaflokkurinn hér með 35% fylgi en þeir voru með miklu meira fylgi en íhaldsflokkurinn sem var í öðru sæti. Þannig að þannig náðu þeir inn. Þetta rétt. Ég held að ástæðan fyrir þessu það að verkamannaflokkurinn er búin að tapa allum trúverðugleika, ólíkt því sem má segja hafi verið á Íslandi, að vinstrið var eða það sem að svona miðju vinstrið var með frekar sterkan trúverðugleika í seinustu kosningum, þannig að það var lítil hætta á því að það fylgi færi yfir til dæmis til Miðflokksins. Og svo líka svona félagslegra sinnara fólk sem að kannski hafði áhyggjur af innflytjendum á Íslandi að það hafði alltaf valkost í flokki fólksins sem að engin sambærilegur flokkur til dæmis í Bretlandi. Þannig ég held að það hafi verið ástæðan að þetta harða hægri fylgi á Íslandi sem að þú réttilega bendir á var í kringu 30% að það breyttist ekkit mikið. Það fór svona milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins en ekki mikið meira en það. Í Bretlandi sækir allt óvanaði fylgið, ekki allt. Það má ekki gleyma því að frjálslyndir eru í betri stöðu núna en þeir hafa verið lengi. Þeir hrundu næstu því, hurfu næstu á þingi eftir að fór í samsteypustjórn með íhaldsflokknum fyrir 15 árum. Og þá hurfuðu næstu að þingi fóru nú í 6 þingmenn en þeir eru svona að bjarga sér upp vegna þess að þeir höfða bæði til svona Evrópusinnara efnastétta á svona svæðum sem eru klassísk íhjálpssvæði og líka geta þær höfða til vinstri í sérstaklega svæðum svona sem eru mjög félagslega sinnuð en kannski frekar efnuð eins og Oxford og svæðinu og því. Og græningjar eru virkilega ná fótfestu, eru til dæmis eru komnir í meirihluta ef ég man rétt í Bristol í Bretlandi sem frekar stór, ein af stærri borgum landsins. Þannig að græningjar eru að ná fótfestu, þannig að verkamannaflokkurinn eru að tapa í allar áttir. En á mörgum svæðum sérstaklega á riðbeltinu að þá íhaldsflokkurinn fyrir utan smá svona blimp í kringum Boris Johnson, hann var með populíska hægri stefnu, íhaldsflokkurinn alveg hræðilega toxic brand sem að sletti aðeins og þeir eru svona eitrað vörumerki. Svipað og Sjálfstæðisflokkurinn í hættu að verða hér á Íslandi. Nákvæmlega. Þannig að menn geta hugsað sér að kjósa reform bara til vegna þess frekar til þess að refsa verkamannaflokknum. Fólk sem myndi aldrei kjósa íhaldsflokkin. Þannig að það þetta stór hluti af fylginu á þessum sérstaklega riðbeltunum í norðrinu. En ég tek annað dæmi hérna heiman, það sem að voru svona leit út fyrir það gæti orðið þessi svona pólun hægra megin sem að sumir þú ert að segja að geti jafnvel byrst í næstu kosningum þar sem að umbótaflokkurinn taki yfir fórusuna hægra megin af íhaldsflokknum að svona það var möguleiki á því það var kannski ekki sem að var raunverulega spáð í hérna í aðdraganda síðustu kosninga þá að tala þeirra voru kannski 2 og 4 og 6 mánuði til kosninga en þegar á leið og þegar kosningarnar voru svona farnar að nálgast að þá sá maður að hluti af þessu fylgi sem hafi farið yfir á miðflokkin rataði aftur heim til Sjálfstæðisflokksins og maður mata annarkvort var það þannig að miðflokknum tókst ekki að birta nógu svona öfluga lista sem var mikið vandamál hjá Farage í síðustu þingkosningum að þú manst að hann var spurður út í svona, maðurinn í þessu kjördæmi, þetta nú gamall nínasist og svona, þá sagði ég veist að það svo margir sem að bjóða sér fram fyrir hann flokka, ég bara veit ekki hverjir þetta eru, sagði hann og bara neitaði alltaf að fara að verja eitthvað þessu sem voru í framboði og þar lendi fenguður kannski ekki sama árangur og hefði byrt öfluga lista sem að einhver leiti þeim tókst í síðustu sveitarstjórnarkosningum að gera betur, en hérna heima þá velti maður fyrir sér að þeirra svona áreyndi að þá væri Sigmundur Davíð einfaldlega ekki nógu sterkur stjórnmálamaður, þótt hann sé góður áskorandi
og fleira og mönnum finnst gaman af honum þegar að atast í hinn og þessu, að þegar að fyrir að draga nær alvöru kosninga, að þá það ekki sko staðan sem að sogar að sér atkvæði. En það sem ég ástæðan fyrir að spyrja, leggja þetta svona upp, hvers konar fyrirbrigði Nigel Farage, því að sumuleyti þegar maður að fylgjast með honum núna, þá virðist hann vera forystumar í stjórnmálum sem að gæti sko fyllt flokknum sínum í mark, að hann ekki bara þessi áskorandi sem hann var kannski á Evrópuþinginu og annað slíkt, heldur hann orðin sko talsmaður sem sagt óánægju Breta með stjórnarstefnuna undanfarna áratugi. Sko, það alveg rétt. Hann minnir margt á Trump. Hann fyrrverandi verðbréfabraskari sem að einhvern veginn tekist að selja sig sem mann fólksins. Það venjulega algengt að sjá hann í tweedjakkafötum með haldandi á bitterbjór í pubunum, þar sem hann að tala við fólki. Þannig að hann hefur náð að byggja upp svona sæmilega persónu í kringum það. Það eru nokkur vandamál sem hann á við að eiga, sko. Eitt af því sem voru að segja það að sko mannavalið innan flokksins hræðilega dapurt, sko. Það mjög ólíklegt að þeim takist að manna svona skítsæmilega frambjóðendur í öllum kjördæmum sem að höfði til kjósenda. Þetta gæti hugsanlega, það gæti þýtt að hægra fylgi gæti farið sérstaklega, það eru ákveðnir þingmenn innan margir þingmenn og sem meðal annars formaðurinn kemur í Badenoch, þau að spila á popúlíska hægri stefnu og anti-wokeisma. Þannig að fólk sem svona svermir fyrir því að það gæti alveg sætt sig við það að þótt að hafi verið órætt með ríkisstjórnina, Íhaldsflokkurinn hafi verið að tapa öllu, vegna að þá gæti það hugsað að segja ætla sér ekki bara best að kjósa Íhaldsflokkinn eins og ég og öll fjölskyldan búin að gera í seinustu 300 ár. Þannig að það líklega það eina sem geti bjarga verkamannaflokknum í næstu kosningum, þess að hann geti hangið inni með því að hægra fylgið að í staðin fyrir að Reform færi yfir 30% og Íhaldsflokkurinn dytti niður í 15% eða 14-15%, að þá myndu báðir vera með rúmlega 20%. Og þá gæti verkamannaflokkurinn komist inn þó þeir myndi detta niður í 30%. Þannig að þetta vel mögulegt. Eitt af því sem stort vandamál fyrir Farage og sérstaklega það sem hann var að byggja upp hann var að byggja upp svona, hann var í góður vinur Trump og tók þátt í anti-wokeisma baráttu í Bandaríkjunum og ætlaði að spila á þessari popúlísku uppsveiflu sem að Trump skapaði. Vandamáli fyrir hann núna að Trump orðinn algjörlega toxic eða eitraður í Bretlandi líka. Þannig að þeir hafa ekki búin að tala Trump bara allt þetta ár eftir hann komst til valda og þeir pössuðu sig á því að minnast ekki á Trump öllu þessu ári þegar þeir fóru inn í sveitarstjórnarkosningarnar. En þannig að þeir verða að skilja sig frá því vegna þess að það engin leið að breskir kjósendur fylki sér einhvern sem að þeir sjá fyrir sér sem sem breskan Trump vegna þess að þessi svona America First populismi virkar auðvitað ekki þegar að þú ert ekki í Ameríku heldur ekki í Bretlandi. En hver staða Nigel Farage? Því ég meina það þannig að það eru 30% kjósenda sem að telja hann vera bara í lagi og bara fínan en 70% telja hann vera algjörlega afleitan. Það þannig eða þetta maður sem að gæti myndað ríkisstjórn með öðrum flokk því að það svolítið kunst fyrir þessa áskorendur að fara úr þeim ham yfir því að verða, ég veit ekki hvað að tala, svona landsfeðurlegri. Það þarf eitthvað meira háttar að gerast í næstu kosningu til þess að Reform nái meira hluta. En aftur á móti gætum við setja upp með þing þar sem að við værum með tiltölulega stórar blokkir við værum með 2 flokka til dæmis eins og Reform og verkamannaflokki milli 200 og 300 en síðan værum við með Íhaldsflokkin eitthvað með 100 þingmenn, frjálslyndir eitthvað 80
græningjar gætu tekið stökk upp á við og komist upp í 10-20 og jafnvel aðrir vinstrimenn, óháðir vinstrimenn, það eru 5 óháðir vinstrimenn, svona undir forystu Jeremy Corbyn, fyrrverandi leiðtogi Verkamannaflokksins, á þingi, það gætu aukið stórlega. Þannig að þá er erfitt að sjá fyrir sér að það sé hægt að mynda meirihlutastjórn vegna þess að Íhaldsflokkurinn yrði þá í þeirri stöðu ef að Íhaldsflokkurinn og Reform næðu meirihluta saman, sem ekkert einu sinni víst, í slíku dæmi, að þá þarf Íhaldsflokkurinn raun og verulega að samþykkja að fara inn í ríkisstjórn sem litli bróðir. Og það er líklegra að eina leiðin að Reform vinni stórsigur en það Íhaldsflokkurinn hrynji enn meira í næstu kosningum. Það er alveg á hreinu. Herðu, má ég spyrja aðeins þann flokk, Kemi Badenoch, sem að, ég vil nú geta þess að, ég held að þetta er ekki 4. konan sem að íhaldsmenn velja sem leiðtoga, Verkamannaflokkurinn aldrei gert það. Og hún er blökk á hörund eins og sagt er. Og Verkamannaflokkurinn aldrei valið slíka manneskju sem í sitt leiðtoga hlutverk. En hennar verkefni að taka við íhaldsflokknum eiginlega í verri sárum heldur en hann hefur verið nokkru sinni. Hvaða leið er hún að reyna að finna út úr þessu vanda? Hún er að reyna mörgu leyti held ég að svona outpopulisera Farage og Reform, að segja það að við erum eini alvöru við erum þeir einu sem að við erum í alvöru losa okkur við innflytjendur, við erum hinn alvöru og anti-woke. Hún spilar svona á, hún kemur frá hún kemur frekar efnuðum bakgrunni en svona mjög trúðum, þannig hún er með svona kristilega nationalisma sem að hún er að spila inn á. Og hún er ekki mjög vinsæl, hún er meðal svart fólks í Bretlandi þeir hrista hausinn yfir henni, margir íhaldsmenn gera það líka. Ég held að það sé litið mörguleiti á hana sem svona stopgap vegna þess að og það í raun og veru er hennar eina útspilað, það er að anti-woke bara ganga lengra heldur en verið í form í svona hundaflautumálum. Já, svipaðu kannski Bjarni Benediktsson reyndi að gera þegar að sóknu miðflokksins á fylgi Sjálfstæðisflokksins var sem mest, hann reyndi eiginlega að vera meiri miðflokkur heldur en miðflokkurinn. Já, en það sem að meiga auðvitað og það spilar auðvitað inn í það að Rishi Sunak var af indverskum vættum sem var seinasti forsætisráðherra Bretlands og hún er svört. Þannig að það sem þeir spila á þegar þeir eru að spila á, þeir eru Íhaldsflokkurinn er meira í svona menningarlegum svona fordómum, það er að segja þeir eru að koma að eyðileggja breska menningu frekar en það að þeir séu á kynþáttafordómum per se. Er þetta ekki það bara gegn íslam frekar heldur en að þetta sé rasíst að öðru leyti? Þetta er bara rasíst en bara að íslams fólki. Já, nákvæmlega. Þetta er svona menningarrasismi frekar en blóðurrasismi sem að þú finnur virkilega auðvitað innan Reform. Það finnur þú virkilega. Já. Herðu, það er óvinsæl ríkisstjórn Keir Starmer og ég meina hann er líka að reyna að outshæna Reformflokkinn í útlendingamálum, er að taka upp harða stefnu þar og íhaldsflokkurinn líka. Maður myndi þá ætla að það myndi skapa umtalsvert rými vinstra megin eða svona mannúðar megin við þessa flokka. En þegar ég renni svona bara yfir skoðanakannanir að þá var það þannig að græningjar og frjálslyndir náðu samanlagt 21% í síðustu kosningum og þá er ég að meta fylgi sem þessi flokkar hafa. Þetta ég veit alveg að svona virkar þetta ekki í einmenningskjördæmunum, þetta skilar þeim ekki þeim þingmönnum. En ég sé ekki að samanlagt fylgi þessara flokka sé að slá upp fyrir bara 25% í könnunum sem eru gerðar í þessum mánuði. Þannig það er ekki að sjá að sé eitthvað svona sveifla þar yfir sem að manni fannst að sömuleyti að geta séð ég veit ekki, í Ástralíu eða Kanada, þar sem að kemur svona eitthvað svona andstaða við stefnu Trump og svona að svona menn rökkvu upp og segja, heyrðu, við þurfum að fara að verja svona bara grundvallaratriðin í okkar samfélagi, líðræðið og mannúðina og manngildið og eitthvað fleira.
En maður sér þetta ekki í tölunum enn sem komið Hvað að frétta af þessum tveimur flokkum? Er hvorugur þeirra sem nógu öflugur eða sterkur til að geta stigið fram og tekið að sér einhver svona forystu hlutverk í stjórnmálum? Já, ég held að það sé ekki í kortunum. Vandamálið það að það er mjög erfitt að brjótast í gegn í einmenniskjördæmakerfi og græningjar þó þeir séu vinstri flokkur að mörgu leyti, þeir eiga voðalega erfitt með að komast út úr því að þeir séu svona millistéttaflokkur. Þeir eiga mjög erfitt með að þeir ná svona mikið að fylgi meðal stúdenta, meðal millistéttafólks sem að telst vinstri í pólitík. Þeim gengur illa ná fótfestu í svona norðrinu og þeim gengur eiginlega best að ná fótfestu í söður og söðaustur Englandi. Frekar en verkamannaflokkurinn höfum við hans hefur venjulega verið í norðrinu og þeir gengi illa ná í gegn þar. Þeir eru með svona millistéttastimpil á sig. Frjálslyndir hafa verið bara lengi bara svona má segja möguleiki fyrir fólk að kjósa eitthvað annað heldur en verkamannaflokki. Orðaðan þannig að þeir geta náð ágætum árangri borgum í norðri þegar vegna þess að kjósendur verkamannaflokksins hafi verið óánægðir eða á ríkari svæðum söðurinu vegna þess að íhaldsflokkurinn óvinsælli. En ég sé ekki að þeir náðu að brjótast í gegn sem einhvers konar ríkisstjórnarvalkostur, hvorki græningjar nema þeir. Og þetta auðvitað gerir það að verkum að það er mjög erfitt þannig að þetta hjálpar auðvitað verkamannaflokkur á ákveðnu leyti þar sem þeir eru alltaf að benda á þeir séu eini raunverulegu valkostur gegn hægri öflunum. En núna eru þau komnir það langt til hægri að möguleikin sem ég sé, helsti möguleikin, það að græningjar fari í einhvers konar kosningabandalag með óánægðum þingmönnum verkamannaflokksins sem eru kannski, það má kannski segja að það séu 50 til 100 þingmenn, allavega 50 þingmenn sem eru mjög óánægðir með stöðuna eins og hún í dag. Þannig að það væri hugsanlegt að sjá fyrir sér einhvers konar vinstra bandala sem gæti hugsanlega brotist í gegn en það er eina leiðin sem ég sé fyrir mér í þeirri stöðu. Má ég spyrja eitt í viðbót að þú nefndir græningjarna þeir væru svona millistéttalegir og ættu ekki erindi inn í riðbeltin þarna fyrir norðan og maður þekki það líka bara frá kosningabaráttu Corbyn að svona unga kynslóðin sem að koma úr borgunum að það virðist verið þau ættu bara ekki erindi norður að fólk þar leita á þetta sem fólk sem ætlaði að fara að segja sér að flokka á sorp og hafa vit fyrir sér og hafi bara engan skilninga á lífsbaráttunni sem að þar var. Og þetta er sambærilegt sem við kannast við bara frá umræðunni í Bandaríkjunum hverju það voru sem að voru að kjósa Trump og svona almenn trú á því að það hefði verið verkalýðsstéttin sem að færði sig til hægri frá vinstri. En þegar þetta er skoðað í Bandaríkjunum þá er þetta ekki alveg rétt. Það á við tiltekið svæði sem að höfðu verið skilin eftir, eru fórnarlömb svona alþjóðavæðingarinnar, höfðu mist störf frá sér. En þetta á ekkert við verkalýðsstéttina í borgunum, þar sem að hefur verið einhver uppgangur og þar sem er meira frjálslyndi bara í afstöðu til ýmissa hluta, að þar er verkalýðsstéttin ekki íhaldssöm í einkamálum, ekki á móti þungunarrofi eða giftingum samkynhneigðra eða er ekkert sérlega anti-woke. Er þetta ekki sama við Bretlandi í Bretlandi að til dæmis verkalýðsstéttin í Liverpool eða í London og fleira að hún gæti alveg á góðu degi kosið græningja eða fólk með slíkt viðhorf þó svo að sá málflutningur myndi aldrei ná neinum árangri í riðbeltunum. Nei, þetta er barkulítið rétt. Þegar þú lítur á borgirnar þegar ég tala riðbeltina þá er mjög auðvelt að þegar ég er að tala riðbelti þá er það fyrst og fremst minni bæir á það sem voru iðnaðarsvæði í norðurinu, gamlir kolabæir, gamlar verksmiðjur sem hafa verið lokað og þetta en í borgunum eins og Manchester, Liverpool,
sko, tökum sem dæmi Manchester og Liverpool. Það engin leið að hvorki Reform né íhaldsflokkur fái nokkra þingmenn á þessum svæðum. Aftur á móti mögulegt fyrir, eins og þetta segja, græningja eða sérstaklega einhvers konar bandala græningja við einhverju heimafólk, óanægt heimafólk, gætu náð að taka fylgi af verkamannaflokknum á þessum svæðum. Það er alveg rétt. Og líka það að þessi antivókismi og svona fordóma gagnvart innflytjendum, sérstaklega fordóma gagnvart innflytjendum, eru ekki miklir hjá verkalýðsstéttunum í borgunum. Þetta fólk vant í að vinna við hliðina á fólki af öðrum menningarheimum og sér ekkert að því. Og London annað gott dæmi vegna þess að Reform hefur ekkert náð að brjótast í gegn þar heldur. Þannig að svona anti-vókismi og anti-innflytjendastefna sérstaklega á ekkert upp á pallborðið hjá verkalýðsstéttinni í svona stærri borgunum. Þar sem að allavega eitthvað efnahagslíf til að tala ólíkt því sem að gerast í borgum. Og líka það að það eru í raun og veru 2 hópar þar sem að svona útlendingafordómar og útlendingarandúð mest. Það annars vegar á þessum riðbeltum og hins vegar það á ríku svæðum í suðaustur, svona millistéttafólki, svona snúti millistéttafólki í Bretlandi sem hefur alltaf kosið íhaldsflokkinn og mikið að kjósa Reform núna. Að þar hefur alltaf verið mjög sterk útlendinga- og kynþáttafordómar, kynþáttafordómar og jafnvel klár rasismi. En það finnur ekki eins mikið í borgunum, það alveg rétt hjá. Það vel mögulegt að einhver valkostu gegn verkamannaflokknum frá vinstri gæti náð árangur á þessum svæðum, en Reform og íhaldsflokkur ná ekki til gegn það. Má ég taka eina aukaspurningu, það að því ég var að tala við Ragnar Hjálmarsson sem var svona fréttarittur okkar í Berlín þýsk stjórnmál og það kom fram að sko það skiptir máli í þýsku stjórnmálum að kanslarinn hafi forystu hlutverk í Evrópu. Og maður sér að Keir Starmer náttúrulega í mjög slæmum málum, hann með lítið fylgi og flokkurinn hans í frjálsu falli í skoðanakönnum þótt að sé með hennan sterka meirihluta á þingi og maður sér það bara hvernig hann að breyta breyta þar sem hann hálf örvæntingafullur. Og það birtist meðal annars fram í svona löngun hans til þess að verða svona eitthvað svona statement á alþjóðlegum vettvangi. Það þannig að í Bretlandi að fólk horfir til forsætisráðherra og vill að hann sé svona virkur þáttakandi í alþjóðastjórnmálunum, hann sé röddin í Evrópu, að hann tali jafnfætis við forseta Bandaríkjanna. Er það krafa breska almennings eða vill breskur almenningu bara að forsætisráðherrann drattist til þess að bæta sín lífskjör? Það alveg rétt að ég held að það hefur verið mjög sterk skoðun innan Bretlands að Bretlari eigi að vera forysturíkja heimsbarðinni. Það ekki, hefur aldrei, sko þó að Brexit ekki, það mætti margir myndu reynda að túlka Brexit það menn vildu bara loka sig af á eyjunni sinni, en það ekki alveg rétt. Það voru margar ástæður fyrir því að fólk kaus Brexit, en svona meðal annars andstæður elítur og svoleiðis og elítur stjórnmál. En það sem að sko Bretar líta til forsætisráðherra sinn sem eigi að vera forystumaður og það búin að vera allt brjála og ég held að það var komið að stað smá frumkvæði að fyrsta skipti bara frá upphafi þjóðarmorðana í Palestínu virðist Bretar eitthvað verið aðeins bara að standa í lappirnar og það var nefnilega ein af stóðunum að það var orðið fólk var orðið svo þreytt á því að þessa þjónkun við Ísrael að Bretar tóku sig saman við Frakka og Kanadamenn og reyna eitthvað að mótmæla aðeins og jafnvel hóta Ísraelum ef að ekkert verði gert til að afstýra hungursneyð þá munið hugsanlega vera slegið á hendina á þeim og sagt skam. Þannig að það svona, þó þetta sé svona í mýflugumynd, að það svona frumkvæði sem Bretar vilja sjá. Og þjóðarmorðin í Palestínu alveg gífur óvinsæl hérna í Bretlandi, sérstaklega meðal yngri kynslóðanna. Þannig að
Mér sýnist að verkamannaflokkur sé bara að uppgöta það að þeir sé að tapa heilli kynslóð burtu frá sér ef þeir ger ekki neitt í þessu. Og ég held að það hafi verið eina af aðalhvötunum í því að allt í einu eitthvað aðeins farið að sjá einhverja smá anspyrnu gegn ógnarstjórninni í Ísrael. Já, þannig að utanríkismál skipta raunverulegu máli í bresku stjórnmálum. Já. Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins stöðuna í bresku stjórnmálum sem eru spennandi og munu verða áfram, þannig að ég býst að ég fá að heyri í þeirri fljótt aftur. Alltaf velkomið og alltaf gaman að vera á samstöðinu. Já, kærar þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram við rauða borðið að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.